standist trú þín ekki, þá munt þú ekki standast. Og þessi ofboðslega miklu og stóru orð mælti Guð í gegnum Jesaja spámann þegar að 2 konungar voru að ráðast á Akas konungi Júda og hann byrjaði að skelfast og hræðast og öll þjóðin, og þá sendi drottinn þessi orð til Jesaja spámanns og hann sagði: ekki óttast, ekki hugfallast, standist trú þín ekki, þá munt ekki standast. Og ástæðan fyrir að Guð að segja þetta er að trúin okkar er kraftur sem situr í hjartanu sem að hefur úrslita áhrif það hvernig líf okkar er, hvernig heilsu okkar er, hvernig kringumstæður okkar eru og hvernig okkar samfélag við Guð og hvernig við getum móttekið blessun og hjálp og styrk og kraft og björgun frá Guði eða ekki. Og þegar Jesús gekk í jörðina þá kenndi hann mikið trú. Hann var alltaf að horfa á trú fólks þegar hann var að lækna, að gera kraftaverk. Og hann sagði: trú þín hefur bjargað þér, aftur og aftur og aftur við þá sem að læknuðust og fengu kraftaverka lækningu. Og þarna var hann að vísa í það að þetta fólk sem að læknaðist trúði því að hann gæti læknað það, og þannig opnaðist leið fyrir kraft Guðs, lækningakraft Guðs að flæða inn í þessa einstaklinga og þeir gátu móttekið lækningu Guðs. Og Jesús segir: sá sem trúir getur allt. Sá sem trúir getur allt. Og hann sagði líka: verði þér á trú þinni. Og það er svo mikilvægt að átta sig á að það sem við trúum er kraftur sem situr í hjartanu sem stýrir því hvernig við hugsum, hvernig við hegðum okkur, hvernig við bregðumst við, hvað við gerum ekki og svo framvegis. Þannig að þetta er ofboðslega mikilvægt að við sem að gefa gaum að því hverju við erum að trúa og við sem að velja að trúa því sem er heilbrigt, fallegt og gott, af því þetta virkar líka í vantrú. Og það segir í Biblíunni að vantrúin er myrkur en trúin er ljós. Og þegar við erum í vantrú og þegar við erum í vantrausti þá erum við að loka fyrir kraft Guðs og hleypa myrkurinu inn. Og við þurfum að stilla trún okkar og hugafar okkar á það sem að sannleikur Guðs segir, sem er í orði Guðs í Biblíunni, en ekki bara gleypa við hverju sem að heimurinn er að reyna að moka til okkar. Og það er mjög magnaðir einstaklingar sem að hafa náð stórkostlegum framúrskarandi árangri í þessu lífi sem að alltaf tala um það að þú þarft að trúa. Þú verður að trúa til þess að geta öðlast, og þetta er bara hluti af þeim lögmálum sem Guð hefur sett fyrir þennan heim og hvernig orka og kraftur virkar í hinu ósýnilega. Við lifum ekki bara í þessari efnislegu veröld, þetta er líka í ósýnilegri veröld, og þar gildir trúarlögmálið, að trúa til að öðlast. Og þar gildir líka lögmálið að endurnýja hugafarið, og það sem þú hugsar aftur og aftur og aftur, það verður að trúa í hjartanu, og það sem þú lest aftur og aftur og aftur, þú ferð að trúa því. En trúa líka ákvörðun og val, og við getum ákveðið: ætla ég að trúa þessu eða ætla ég að trúa einhverju öðru? Ætla ég að trúa því í hjartanu eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast og þannig búa til kvíða og ótta innra með mér og neikvæðar hugsanir, eða ætla ég að velja að trúa því að eitthvað gott, eitthvað stórkostlegt, eitthvað fallegt er að fara að gerast? Þetta skiptir gríðarlega miklu máli, og við hjá Frelseskirkjunni höfum predikað ofsalega mikið trú og að trúin flytur fjöll, og fréttablað maímánaðar sem er að fara að sendast út frá Frelseskirkjunni fjallar trú og hvernig trúin flytur fjöll. Og svo erum við líka með vefþætti og hugleiðslubæni sem hjálpa þér að fá meiri trú. Jesús, þegar hann bað fyrir lærisveinunum, þá bað hann fyrir trú þeirra, af því að hann var alveg með það á hreinu hversu mikilvæg trúin er, ekki bara í samfélagi okkar við Guð, heldur líka bara í þessu lífi almennt. Ef þú trúir í, þá getur það, og þú verður það sem þú trúir í hjartaneginu. Þannig að ég vil hvetja til þess að fara inn á Spotify og YouTube og finna vefþætti Frelseskirkjunnar, og sérstaklega vefþættina og hugleiðslubænirnar sem að fjalla trú. Það er til hugleiðslubæn til dæmis sem segir: auktu með trú, trúin flytur fjöll. Þetta er líka, og þegar þú byrjar að grundvalla í orðinu, það segir að trúin kom af því að heyra, og þegar við erum að heyra orð Guðs, þá er kraftur Guðs að vinna innan með okkur, að vinna í hjartun okkur og umbreyta því og gefa okkur meiri trú. Þannig að endilega kíktu á Frelseskirkjuna á Spotify og YouTube og byrjaði að hlusta strax í dag og byrjaði að hlusta daglega. Svo vil ég líka minna á áskorun maímánaðar, biblíulestrar áskorunnin. Við erum að lesa saman í orði Guðs í 5 mínútur öll kvöld, og síðan erum við að biðja fyrir öllum þeim sem er að taka þátt. Langar til þess að biðja fyrir trú þinni núna og biðja Guð að gefa þér meiri trú og sterkari trú og heilbrigðari trú. Já, Faðir á himnum, ég bið fyrir þeim einstaklingi sem er að horfa, sem er að hlusta núna. Ég bið bara að taka utan þennan einstakling með kærleika og ást og fyrirgefningu.
Jesú nafni þakka ég fyrir að þú fyllir hjarta þessa einstaklings af ljósinu þínu og ég bið að auka trúna í hjartanu. Ég bið að stækka trúna í hjartanu hjá henni eða honum. Í Jesú nafni þakka ég fyrir að þú snýrð hjarta þessara mannesku alfarið til þíns undursamlega ljós. Og í Jesú nafni þá fylli ég hjartað af friði, fyrirgefningu og Jesú Kristi, í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir mig og við sjáumst í kvöld. Guð blessi ykkur og gangi ykkur vel.